His boundless grace, the God of ages, stepped down from glory to bear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings called me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Lofum hann sem frelsi gaf. Hallelujah. Dauðinn tapað hefur hér, fjötrar fallið hafa mér, og þitt nafn hjálpræði Jesús Kristur lífsins von. Jesús Kristur lífsins von. Halleluja. Lofum hann sem frelsi gaf. Halleluja. Dauðinn tapað hefur hér, fjötrar fallið hafa mér, og þitt nafn hjálpræði Jesús Kristur lífsins von. Jesús Kristur lífsins von. Drottinn, við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur frelsi. Þakka þér fyrir að þú, Drottinn minn, reist upp. Þú braust hlekkina, Faðir. Þakka þér bara fyrir nýja lífið í þér, Faðir Guð. Við lofum nafnið þitt. Lofum þitt heilaga, blessaða, góða nafn. Halleluja. Takk, Jesús.
standa upp og syngja hennan kór með mér einu sinni enn. Amen. Ríkir að eilífu. Það hann sem mun koma með friðinn á jörð þegar yfir lýkur. Blessa sé hans heilaga nafn. Nú ætlum að fara inn í orðið hans. Amen. Góðan dag öllum. Friður Guðs og náð hans fyrir yfir ykkur og með ykkur. Ég með fréttir að færa. Alli ætlar að taka blóð úr okkur. Gjörðu svo vel allir minn, komdu þetta. Það er blóðtaka, nei, það er samskot. Þetta gleymdist aðeins áðan, en það er allt í lagi. Þetta er maður vanur með hnífinn. Róðum Guð, við þurfum að blessa hver einustu fórn og hver einasta gjafa. Takk, Jesús. Amen. En hann tekur ekki úr ykkur blóð núna. Hann ætlar að vera mjög spakur. En vitið þið að Guð, hann blessa glaðan gjafara. Og það er alltaf forréttindi að fá að taka þátt í því sem að frá Guði er komið. Vitið að ég tók aldrei ákvörðun það að verða predikari. Það var aldrei neinn svona sérstök stund þar sem að ég sagði nú ætla ég að verða þetta eða verða hitt. Ég tók ákvörðun það á sínu tíma þegar við hjóni vorum nýbúin að gifta okkur að flytja á Vopnafjörð. Og mér fannst mjög gott að byrja á því að fara til Vopnafjarðar og kynnast þar nýju lífi, vera með nýja konu, ekki þegar þá gömlu sko, því að gamla kona var bara móðir mín. En ég hef bara átt eina konu í lífinu, eigin konu, og ég tel það alveg vera nóg. Og svo þegar ég er komið þarna til Vopnafjarðar, að þá gerist það hjá okkur að það er lítill söfnuður á Vopnafirði. Ég fæ að vera í safnaðarhúsinu vegna þess að hreppurinn leigði það sem kennarabústað. Svo ég ætla bara að kenna og svo bara mæta samkomu þegar hentaði og passaði.
þá kemur Alli til mín. Alli var nú bara eiginlega eigandi staðarins. Þeir voru þarna saman bræðurnir, Alli og Sveinn, þeir voru tvíburar og það var einhverju sinni sem var bara talsvert atvinnuleysi á Vopnafirði og þeir vissu það að allt var í höndum kaupfélagsins. Síldarsöltunin og síðan frystihúsið og sláturhúsið og bara kaupfélagið sáum þetta allt saman. Svo að þeir segja, heyrðu, við verðum að gera eitthvað í þessu. Þetta ekki nógu gott að það sé bara einn staður þar sem að menn salta síld. Svo þeir bara byggðu bryggju. Takk fyrir. Sú bryggja ennþá til og heitir Ásbryggja. Svo höfðu þau samband við Alla ríka á Eskifirði og Alli taktu bryggjun á leigu og bara við skulum byrja síldarsöltun hér. Þetta var til þess að Vopnafjörður, hann bara lifnaði við og var bara stór og mikill síldarsöltuna staður. Allt út af 2 mönnum, bara þessum bræðrum sem tóku ákvörðun. Svo kemur þessi maður sem byggði bryggjuna. Snorri, þú bara predikar í dag. Á ég að predika? Já, þú bara predikar þetta, þú bara sérðu söfnuðinn. Og þetta var bara ákveði hjá Alla að ég myndi bara sjá söfnuðinn. Ég hafði aldrei tekist ákvörðun. Ég hafði aldrei sagt við Alla, heyrðu, sko, ég komin í öðrum tilgangi. Ég sagði bara allt í lagi, ég skal gera það sem að ykkur hentar. Fyrir bragðið, þá fór ég bara að predika, fyrst mjög einfalt, gerði alls konar mistök, ég veit ekki hverðu voru svo sem, ég hef ekkert endilega leiðrétt þau, mörg hver. Ég bara með sama orðið og ég hef sama stílinn á. Ég tek þetta orð, ég legg út af því. Ég ekki endilega að taka kenningar sem að menn eru með. Við erum að taka það sem frá Guði fætt. Og mér finnst það svo mikil forréttindi að hafa fengið að kynnast manni eins og Alla og Sveini sem voru brautryðjendur og ég heyrði þá aldrei syngja á samkomum. En þeir lásu orðið. Ég heyrði þá aldrei predika, en þeir sögðu sem vitnisburð og Alli var búinn að ganga í gegnum ýmislegt. Þegar ég kem til Vopnafjarðar, þá voru bara nokkur ár, ég held ég 3 ár, 4 ár, frá því að hann misti konu sína og hann sá ekki glaðan dag eftir að konan hans fór. Og svo mikil væntumþykja var milli Alla og Stefaníu sálugu að Stefanía hún lá með heilaæxli á sjúkrahúsi í Reykjavík. Og Alli fær hringingu og sagt, Alli minn, það ekki mikið eftir. Ef þú getur komið, komdu sem fyrst. Svo Alli hann hringir í Alla ríka og segir, Alli, geturðu beðið mín hinum megin við Hellisheiði? Og það sko við Héraðsflóann. Já, ég get það, allar við Hellisheiðina, segir Alli. Já, það ekkert annað að gera. Ég þarf að taka flugi frá Egilsstöðum og það var allt ófært. Hann fór inn í Böðvarsdal og hann gekk upp á Hellisheiðina og þegar hann kominn að Hellisheiðinni þá snjórinn alveg bara upp að öxlum hjá honum. Og hann var nú reynda léttur, hann þyrlaði snjónum upp og hann öslaði slóðina í gegnum svona þykkan snjó bara til þess að fara í bílinn, komast í flugið og hitta konu sína nokkrum augnablikum áður en hún kvaddi þetta líka. Og þetta var reynsla hans. Ég veit ekki af hverju Guð læknaði hana ekki. Ég veit ekki af hverju Guð ekki kraftaverk hjá honum. En það sem að mér þótti merkilegt við þetta, að Alli, hann veiklaðist aldrei í trúnni. Þó konan hafi verið tekið frá honum og þó að hann hafi verið eftir skilinn einn með 3 börnum sínum, þá veiklaðist hann aldrei í trúnni. Það var eitthvað annað sem hélt honum við Guð almáttuga. Og það það sem að ég sé núna þegar ég horfi tilbaka 50 ár. Ég veit ekki af hverju ég held mér ennþá við Guðs orð. Ég veit ekki af hverju ég ennþá að bjóða mig fram til þess að tala til ykkar. Mér finnst þetta bara sjálfsagt. Eitthvað betri í boði? Nei, þú gæti verið í boði. Sko, það alltaf þetta. Hvað í boði? Og spurningin ég í boði? Ég tilbúinn? Hvernig stendur því að Guð velur mig? Það vegna þess að ég var besti kosturinn eða var það bara vegna þess að ég sagði já á réttum tíma, á réttir stundu? Ég tók að mér að gera það
sem að ég sé að Guðs orð. Þegar ég horfi 50 ára aftur tilbaka, þá finnst mér þetta að vera þvílík forréttindi af að fengið að viðurnefni Snorri Betel, þekktur fyrir að predika Guðs orð, vera bókstafstrúar og annars og Bergsteinn Óman var að tala við erum kölluð ýmsum nöfnum, en það ekki það sem að hrekur okkur frá. Það sem að heldur okkur að það við sjáum áreiðanleika Guðs orðs. Og Guðs orð svo áreiðanlegt að við getum meira að segja rakið í sögunni núna, það bæði til fornleifafundir og ýmsir þekktir staðir og ýmsar persónur sem eru tengdar þessari bók. Og þessi bók, hún að segja okkur bæði það sem var, það sem og hvað verður. Hvað tekur við þegar þú deyrð? Þú hefur fullt af skoðunum hjá fólki það. Það alveg hellingur af skoðunum, en eru það réttar? Ég man einu sinni eftir því að ég kom inn í verslun í Vestmannaeyjum, pípulagningaverslun, og ég heyri að kallarnir að spjalla, og þá var einn að segja frá því að hann hafi lesið svo merkilega bók. Það var spíritisti sem skrifaði bókina af því hvað hann sá hvernig var hinum megin. Og þetta svo einfalt, sagði hann. Sjómennir hérna, þeir vera sjómenn hinum megin. Þeir sem að deyja á spítala hér, þeir vakna upp á spítala hinum megin og eru grættir. Þannig að þetta var bara speglun. Og ég heyri á þetta og ég segi, já, hvernig veit þessi miðill og hvernig vitum við að þetta satt og rétt? Já, hann sá þetta. Sagði hann, ég var að lesa bókundaginn, sagði ég, og bókin fjallar einmitt mann sem dó. Hann sá 2 staði. Hann kom aftur tilbaka. Og þeir alveg þögnuðu, störðu á mig. Já, hvaða bók þetta? Sagði einn við mig. Það Biblían. Þetta bókin Jesús Krist. Hann dó, hann steig niður til heljar, hann fór til himins, og þegar hann kom tilbaka, þá sagði hann okkur frá, hvað tekur við? Já, heyrðu, hvað geti gert eitthvað fyrir þig, sagði þá eigandi búðarinnar. Menn vildi ekki ræða neitt meira. En Jesús Kristur, hann dó á settum tíma, hann dó í þeim tilgangi að geta opnað okkur dyrnar og leiðina inn í framhaldið. En eru við tilbúin til þess í stolti okkar að beygja okkur og segja, ég vil velja Guðs veg. Og ef allir kemur til þín og biður að predika, ertu tilbúin að taka orð Guðs og predika það. Ef einhver annar kemur til þín og segir, viltu láta orðið hljóma, ertu tilbúin að láta Guðs orð hljóma. Og mér finnst mjög merkilegt að við getum byrjað á því, og mér langar til þess að tala svona við ykkur það, að taka fyrir Galatabréfið 4:4. Það auðvelt fyrir ykkur að muna þetta orð, Galatabréfið 4:4. Og Galatar, það vita hvaða kynstofn þetta Þeir heita í dag Frakkar. Því að Galatíja var í Tyrklandi, svo gerðist það í kringum 300-400 að þá myndaðist eitthvað moment í mannkynnssögunni að þjóðirnar, þær fóru allar meir og minna á flakk. Hittítar, þeir hurfu og það voru mjög margar Evrópuþjóðir sem færðu sig stað, og það vitað að Galatíumenn, þeir tóku sér til og þeir fóru yfir fjöll og fyrnindi, yfir Grikkland og norður eftir og fóru og námu Frakkland. Þess vegna var Frakkland kallað Gallía. Og Gallarnir bara gamla nafni yfir Frakkland, sem eru Galatar í Biblíunni, og við getum lesið bréfið til Frakkanna. Og það svo athyglisvert að Galatabréfið 4:4, þá segir Páll postuli þetta við okkur, en þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn, fæddan af konu, fæddan undir lögmáli, til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli, og við fengjum barnaréttin. Þetta orð greip mig. Fylling tímans kom. Þannig að Guð greinilega með eitthvað í gangi sem að við köllum ótímabært eða tímabært. Fylling tímans þegar eitthvað passar við stað og stund. Og Jesús Kristur kemur inn í þennan heim í fyllingu tímans. Og þegar við tölum fyllingu tímans, þá það ekki 2026, og það var ekki á dögum Móse,
Það var akkurat á þeim tíma sem að Jesús Kristur fæddist. Í dag kirkjan að halda upp á boðunardag Maríu. Ég held reyndar að þetta sé alveg kolvitlaus dagur, en það svo annað mál. En boðunardagur Maríu þarf að vera á þessum degi til þess að við getum haldið jólin 9 mánuðum seinna. Og nú vitið þið að það eru 9 mánuður til jóla. Þannig að kirkja var með þetta að teygja og raða niður boðunardag Maríu hvenær María fæddist, eða Jesús fæddist af Maríu. Þannig erum við að sjá hvernig kirkjunamenn áður fyrr tóku sér til. En við vitum að í Lúkasarguðspjalli, þegar við tökum fyrir boðunardag Maríu, það mjög vel greint frá þeim degi hjá Lúkasi. Og þá sagt að María, hún var þarna heima hjá sér, allt í einu birtist henni engill. Gabriel kemur til hennar með boðskapinn að hún sé útvalin til þess að verða móðir frelsarans, móðir Jesú Krists. Og hvernig má það verða, segir konan, ung kona. Ég hef ekki karlmanns kennt, segir hún. Og hún vissi það allavega að það varð engin kona ófrísk nema karlmaður kæmi inn til hennar og yrði hjá henni. Og þau eru saman. Þannig urðu börnin til. Og það enda dag í dag með nákvæmlega sama hætti nema í Jesúm Krist. Það var engin karlmann sem kom þarna nálægt. Og Jesús Kristur, hann kemur til á boðunardegi Maríu vegna þess að það var rétti tíminn, það var rétti staður og alveg svo Páll postuli segir, það var fylling tímans sem var komin. Og mér finnst þetta afar athyglisvert hjá okkur að fylling tímans hjá Maríu var svona það bil, svona lok ágúst, byrju september. Það var á 7. mánuði, segir hún. Og þegar fylling tímans átti sér stað hjá Maríu, þá sjáum við að ef hún verður ófrísk í september, þá getið þið alveg rakið 9 mánuði, þá hefur Jesús fæðst svona í maílok. Uppstigningadag, hvítasunnudag, einhvern tíma þá. Og líklega fæddist Jesús Kristur á vori. Spyrjið bara rollubændur, hvenær koma lömbin í heiminn? Það ekki í janúar, það ekki í desember. Hvenær koma lömbin? Þú rollubóndi, hvenær koma lömbin í heiminn? Það ekki? Við segjum maí. Það kannski lok apríl. Ég var að heyra fréttir í, var það ekki gær, að það var ein sem var að skila af sér lambi. Þannig að það er of snemma. En málið það, í náttúrunni, þá sauðféð, það að skila af sér lömbum á vorin. Upphafi áður í sumari kemur. Náttúran að undirbúa sig fyrir að taka á móti í lömbunum með nýju grasi, með góðu veðri og allt það sem að gerast. Og það var akkurat það sem gerðist á dögum Jesú þegar hirðarnir voru út í haga. Hvað voru þeir að gera? Þeir voru bara að vaka yfir ánum sem var að fæða af sér lömb. Og þá sjáu þið að bæði náttúran og fleira sem kemur til okkar, það hefur þennan boðskap fram að færa að líklega fæddist Jesús Kristur í maí. Skiptir þetta máli? Ekki öllu. Það skiptir bara máli Jesús Kristur kom. Jesús Kristur Og samkvæmt orðinu, fylling tímans kom, sendi Guð son sinn, fæddi hann af konu, fæddi hann undir lögmáli og mér finnst það svo athyglisvert hvernig Páll leggur þetta fram, alveg eins og þetta sé bara tímasett. Guð, hann bara fer eftir sinni eigin klukku. Það áætlun nefnilega í gangi. Komum aðeins í Efesusbréfið og það Páll postuli að tala til okkar á mjög svipaðan hátt og fyrst fengu Galatamenn að vita, nú það Efesusmenn sem fá að vita og þetta kortveggja þjóðir sem að voru í Tyrklandi. Litlu Asíu. Og hvað segir Páll postuli í Efesusbréfinu? Ég ætla að fara með ykkur í 11. versi, byrja á því. Ég ætla að leika mig svolítið við 1. kapitulan og þið fáðu að fylgjast með. Í 11. versinu, þá segir hann, bara byrjað á, hann segir í honum, höfum við þá líka öðlast arfleifðina, eins og oss var fyrirhugað, samkvæmt fyrirætlun hans. Framkvæmir allt eftir ályktun vilja síns. Þetta mjög góður punktur til að byrja á. Þannig sjáu þið hvernig Guð
með sín eigin vilja, sína eigin ályktun og hann framkvæmir allt samkvæmt sínum vilja og sinni áætlun. Eru tilbúin að taka undir þá áætlun? Það er ekki bara kirkjan sem ræður, það er ekki einhverjir prelátar sem búa til dagskrá Guðs. Guð er þegar búinn að setja dagskrána niður og samkvæmt þessu þá erum við að sjá að Páll postuli minnist á þetta við Galatamenn, fylling tímans kom, þá fæddist Jesús og sjáum svo 10. versi líka, það bara næsta vers á undan, þegar hann segir sem hann hafði með sjálfu sér ákveðið að framkvæma fylling tímans kæmi. Í báðum þessum bréfum, hjá Galatamönnum og Efesusmönnum, þá Páll einmitt að leggja áherslu á það að það ákveðin tími sem Guð útvelur. Og ef að þið viljið fá að vita til dæmis hvað í gangi í dag, hvað Guð að segja við okkur sem geti passa fyrir daginn í dag? Ykkur fylling tímans að rætast núna hjá okkur? Og þið heyrið að menn vita varla ofan í, eða menn skilja varla hvað að gera fyrir botni Miðjarðarhafs eða í Persaflóa. Ykkur fylling tímans að rætast? Eitthvað að gerast sem samkvæmt áætlun Guðs? Því að Guð, hann gerir ekkert án þess að láta þjóna sína vita og hann búinn að skrifa þetta í orðum bæði spámanna og postula og við getum lesið þetta hvað í gangi í dag. En klárum þetta dæmi með Jesúm Krist, fylling tímans kom og hann sem fyrirhugaður samkvæmt fyrir ætlun hans. Mér finnst alveg frábært að við getum séð hvernig postuli leggur framkvæmt áætlun allt eftir Guðs vilja. Og þú og ég, við þurfum að líta þannig á málin okkar að það sem kemur fyrir okkur líka stýrt af Guði almáttugum. Þegar ég horfi 50 ár tilbaka, þá sé ég alveg að Alli á Vopnafirði, hann kom bara eins og stýrt af Guði, heyrðu þú bara predikar í dag. Og það var ekkert verið að bjóða mér, mér var sagt að mæti vinnu. Hann var bara vanur því verkstjóri, maður sem átti bæði bryggju og bát og hann stýrði hálfu sveitafélagi, bara sem dæmi hann. Einhvern tímann þá ætluðu þeir að búa til fullt af görðum inn í höfninni til að stoppa ölduganginn og Alli hann var áskynja þessa fyrirætlu hreppsins. Svo minn maður gerði bara sér lítið fyrir, hann bjó til hafnalíkan með görðum og öllu þessu og hann mældi dýpi hafnarinnar. Svo mætti hann á fundinn og það var almennu borgarafundur, þá mæti minn maður með stóra spjaldið og sýnir höfnina og segir hvaða garða þeir eru að gera og hvaða mistök þeir eru að gera. Þeir eru einmitt að leggja garða þar sem að mesta dýpi hafnarinnar og þeir þurfa að hafa dýpið til þess að skipi geta flotið. Þá svona opnuðust augu ýmissa hreppsmanna. Já, við þurfum kannski að endurskoða þetta og það var akkúrat það sem gert var. Maðurinn sem vissi alveg sínu viti, hann þekkti alveg allt eins og hendin á sér, hann vissi alveg hvernig hafnarsvæði var, hann þekkti líka hvað var mikilvægast fyrir Vopnafjörð, það að geta unnið aflan heima. Þetta alveg sama og að gerast hjá okkur á Íslandi í dag, þau þorp þeir staðir sem hafa mist aflavinnsluna frá sér, hvernig standa þeir? Það atvinnuleysi. Stendur útgerðin vel? Já, rosalega vel. Það örfáar fjölskyldur mjög ríkar. En hvað með almenning? Hvað með frystihúsin í Keflavík? Af hverju fór kvótinn héðan? Var ekki heppilegt að hafa fiskvinnslu? Og hvað að gerast í Vestmannum? Af hverju sá staður ekki að vaksa? Af hverju þetta svona meira minna staðnað? Þeir hafa yfir 10% af kvóta, en af hverju vex ekki meir? Og við stöndum frammi fyrir því að það eru menn sem hafa gripið inn í á vitlausum tíma og raða málunum niður eftir einhverju peningahyggju. Ekki að þú þurfir á vinnu að halda. Ekki að þú þurfir að framflytja fjölskylduðinni. Það auka atriði. Ef þú þarft að framflytja fjölskylduðinni, já þá bara ferðu til Reykjavíkur eða þú færði vinnu annar staðar. Við þurfum að læra það að fylling tímans hjá okkur líka að við grípum tækifærin þegar þau eru að gefast.
Við þekkjum þetta bæði út frá vertíð, út frá landbúnaði, hvernig bæði fylling tímans kemur í landbúnaðinum og hvernig fylling tímans kemur í sjávarútvegi. Við þekkjum þetta mjög vel. En þekkjum við að fylling tímans sem greinti frá hjá Efesusmönnum og hjá Galatamönnum, það erindi sem Guð vill eiga við þig og mig. Erum við tilbúin til að taka fylling tímans og taka orðið og sjá að hann hefur fyrirhugaður samkvæmt fyrirætlun hans og framkvæmir allt eftir vilja sínum. Ef við farið 3. versið í þessu sama kafla, Efesusbrefið 1:3, þá segir hann: Lofað sé Guð og Faðir drottins og Jesú Krist, sem í Kristi Jesú hefur blessað þig og með hvers konar andlegri blessun í himinhæðum. Og sérðu hvað þetta merkilegt? Drottinn Jesús Kristur hefur blessað þig. Faðir drottins og Jesú Krist sem í Kristi hefur blessað oss með hvers konar andlegri blessun. Veistu það, þú ert undir blessun? Það er bara Guð sem er búin að senda þér blessun í gegnum Jesúm Krist, hefur tekið við henni. Stundum erum við svona velta fyrir okkur, já, ég finn nú ekki alveg fyrir Guði. Hvar Guð? Ég hef þetta ekki á tilfinningunni, hann sé nálægt mér. Og við segjum gjarnan, já, Guð er bara einni bæni í burtu. Og það má í raun og veru alveg segja, Guð er ekkert í burtu. Guð er hér. Þess vegna er nafn Jesú Krist Immanuel, Guð með oss. Þegar við komum saman, þá er sagt, það sem 2 eða 3 koma saman, hver er þar mitt á meðal? Einni bæni í burtu? Nei. Þá er Jesús Kristur mitt á meðal. Höfum við þá trú að þetta orð sem við erum að lesa saman í dag, þetta er orð, áhrifaríkt orð, sem hefur áhrif á skoðanir okkar og uppbyggingu. Og takkið eftir, ef að Guð er að blessa okkur fyrir Jesúm Krist, þá sjáum við að hann hefur ákveðna áætlun sem kemur fram núna í þessum versum. Ég ætla aðeins að fara með ykkur í fjórða versið. Áður en heimur var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi til þess að við værum heilagir og lýtalausir fyrir honum. Hvaða álit hefur á sjálfu þér? Ertu ekki voðalegu gallagripur? Vitið ekki öllum gallana ykkar? Og þið horfið á hvert annað og sjáuð í speglinum og segir, já, ég er nú ekki beint góður maður. Það er eitt og annað að. Og þið hafið skoðanir á Kitta og Dísu og mér og Bergsteini og við höfum skoðanir á öllu. En erum við að sjá hvort annað með þeim augum sem Páll postul er að benda okkur á að Jesús horfi á okkur. Guð lítur á okkur, við erum útvalin í Kristi. Og ef að Kristur útvelur okkur, þá vitið þið, það er hann sem gengur með okkur og heldur áfram að leyfa okkur að fá ávöxtinn af þjónustunni. Og við höldum aðeins áfram. Þegar hann er útvalinn, þá segir hann að við erum búin að fá 4. versið, áður en heimur var til, því að þá höfum við fengið svona réttin. Það er svo athyglisvert. Sjáu þið hérna, í kærleika sínum ákvað hann fyrirfram að veita oss svona rétt í Jesú Kristi. Og það er bara svolítið stór réttur. Svona réttinu fylgir arfur. Og ef að þú hefur svona rétt í föðurhúsum, þá veistu ef faðurinn deyr, þá færð þú arf. Og arfurinn, hann er ekki tekinn frá þér vegna að þú ert enga erfingi eða þú ert erfingi þessara hluta. Og þó að þú hafi mist föður, þá getur svona grætt á því peningalega, en það er ekki endilega peningandi komið í staðinn fyrir föðurinn. En þarna sjáum við hvernig Guð hefur gert okkur að erfingja fyrirheitana. Og bara geymdu þetta í hugaðinum og hjarta, láttu þetta hafa áhrif á þig að Guð, hann hefur útvalið þig til þess að vera erfingi í Jesú Krist. Erfingi í Jesú Krist. Þetta er áætlun hans. Og ef við förum aðeins lengra í þennan kafla, skulum fara núna í 7. versið, sem mér finnst líka rosalega sterkt. Allt er mjög sterkt hjá Páli postula þegar þetta kemur. Í honum, fyrir hans blóð, eigum við endurlausnina, fyrirgefningu afbrota vorra. Í honum, fyrir hans blóð. Svo erum við alltaf með einhverja svona samviskubit, við erum með svona velta fyrir okkur, á hverju gerði ég þetta? Svakalega þetta best. Á hverju gerði svona mistök? Við eigum að nota það sem að hér er sagt,
Við höfum fengið fyrirgefningu syndana fyrir blóð Jesú Krist. Þess vegna erum við að halda upp á páska. Við erum að undirbúa páskana vegna þess að sú stund að koma að við rifjum upp hvers vegna Jesús Kristur valdi það að fara á krossin fyrir þig og fyrir mig. Og þegar hann hrópaði það fullkomnað. Þetta hefur ekki verið endurtekið. Þetta hefur aldrei verið gert síðan að sonur Guðs mætir á jörðina á settum tíma, á réttu augnabliki, á réttu dögunum til þess að líða og deyja, til þess að frelsa synduga menn fyrir blóð sitt. Og við syngjum alveg hyglaust fyrir blóðið frelsið á ég, fyrir trúna á Jesúm Krist. Hann fekk opna hliði gullna, hans á lófa nafn mitt rist og hugsaði að þú skulir hafa nafn þitt í hendi hans. Guð þekkir þig. Við erum nær Guði en við okkur finnst. Við erum nær Guði heldur en tilfinningalaga okkar segir. Við erum nær Guði heldur en það sem við upplifum vegna þess að orð Guðs segir það. Á réttum tíma, á réttu augnabliki, þá kom þetta fram. Ef aðeins að halda áfram með réttan tíman og rétta augnablikið, sjáum við 10. versið sem við vorum að lesa aðeins áðan, það sem kemur fram, sem hann hafði með sjálfu sér ákveðið að framkvæma fylling tímans kæmi. Hann ætlaði að safna öllu því sem á himnum og því sem á jörðu undir eitt höfuð í Kristi. Hann ætlaði að safna öllu því sem á jörðu og himnum undir eitt höfuð í Kristi. Hann búinn að því? Erum við að bíða eftir þeim tíma? Ég trúi því að sá tími að renna upp. Þið heyriðum átökin í Miðausturlöndum, þau eru öll í tengslum við það að endurkoma Jesú Krists fyrir dyrum. Við erum öll að sjá það sama, maðurinn ræður ekki við frið eða ófrið. Hann bara leiddur í ógöngur og áður við vitum af að þá eru styrjaldir brostnar á og þið heyrið að menn segja, þetta þriðja heimsstyrjöldin? Við erum búin að hafa styrjaldir yfir okkur alveg frá dögum Napóleons. Við höfum styrjaldir hérna yfir okkur á víkingatímanum. Það búið að fylgja manninum í gegnum söguna. Það eru átök, stríð, limlestingar og dauði. Og stríð ekkert annað heldur en tækifæri til þess að drepa náungan. Og hvað segir Biblían um það? Ég var að tala við Þorstein bróður minn daginn í gær og við vorum að renna aðeins yfir reynslusögu okkar. Hann fór til Bandaríkjanna og var þar í háskóla og hann kynntist þar manni sem var liðþjálfi í bandaríska hernum. Og liðþjálfinn, hann svona, við erum bara að spjalla saman og Þorsteinn segir við hann, hvernig það fyrir kristinn mann að kenna öðrum manni að drepa náungan? Já, ég get sagt þér það, sagði hann, þessi liðsforingi. Við verðum að gera þetta. Því það ekki eðlilegt fyrir mannin að drepa náungan. Þeir veigra sér við það. Við þurfum að þjálfa unga menn að sleppa því að hugsa og verða bara hlýðnar vélar. Þeir fara á stað, þeim sagt að gera og þá hlýða þeir. Þetta kallar heragi. Og ef þú færð ekki herinn til þess að hlýða skipunum, þá tapar þú styrjöld. Þá deyja þeir allir. Svoleiðis að þetta svona spurning upp á líf og dauða. Það þurfti að kenna mönnum og þjálfa þá í að drepa náungan. Og hvað höfum við gert undanfarnar aldir? Nákvæmlega þetta. Hver stillir til friðar? Hvaða von höfum við til þess að styrjaldir hætti? Til þess að friður komist á? Hvað kemur til dæmis friði inn í okkar hjörtu? Minn frið gef ég yður. 8. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Minn frið gef ég yður. Getur við setið rólegur einn heima? Ekki sagt neitt orð. Bara hugsa Guð. Ég þekkti náunga sem að smíða þessi sumarbústað upp í Borgarfirði. Fínasti strákur, klár smiður, kláraði sumarbústaðinn og hafa svo gaman að smíða bústaðinn, sagði hann. Það var alltaf nóg að gera hjá fjölskyldunni, allir vildu koma með. Svo var þetta allt saman tilbúið. Og þá sátu við þetta saman og þá bara kom, heyrðu, til hvers þetta allt saman? Hér sit ég tómur, hér sit ég tilgangslaus
Og þá bara fekk ég að fá mig bjór og ég fekk mig vín og svo sátum við saman og drukkum og þetta fór allt í rugl. Þannig að sumarbústaðurinn sem átti að vera til góðs, hann var ekki endilega til góðs. Það var ófriðurinn í hjartanu sem leiddi mannin aftur í sömu ógöngur. Hversu algengt þetta ekki á Íslandi? Hvað ekki margir sem að fara út að skemmta sér, voðalega gaman, og svo rankaði við sér að löggan búin að taka það vegna þess að þetta lentu í einhverjum hnífabardaga. Við erum að heyra til fréttum í dag. Hvað veldur þessari ókyrrð? Og við sjáum það að Jesús Kristur, hann ætlaði að safna öllu því sem er á himnum og jörðu undir eitt höfuð í Kristi. Og þetta er dásamlega versið sem við höfum ástæðu til að skoða af því að Drottinn hann er að koma. Að safna öllu undir eitt höfuð í Kristi, það er bara ósköp svipað því sem hún segir þegar við erum látin fara með Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himnum. Já, hann má vera á himnum, en Guð, ég þarf nú að ráða einhverju. Ég þarf nú að stýra mínum málum sjálfur, en þarna komum við að þessu sem Drottinn er að kenna okkur, verði Guðs vilji, svo jörðu sem á himni. Og Páll postuli er að vísa til þessara atriða þegar hann segir, hann mun safna öllu því sem er á himnum og því sem er á jörðu undir eitt höfuð í Kristi. Og svo komum við að 13. versinu. Við erum búin að kíkja á 11. versið. En 13. versið segir, mjög sterkt og gott atriði, í honum eruð og þér eftir að hafa heyrt orð sannleikans fagnaðarerindið sáluhjálp yðar og tekið trú á hann og verið merktir innsigli heilags anda. Hvað er það? Hvað er margir hérna inni sem eru merkt með innsigli heilags anda? Getum við séð það á okkur? Það eru allt og fáið sér rétt upp hendur. Hvað þýðir þetta að vera merktir innsigli heilags anda? Ef aðeins að renna yfir það svo við skiljum hvað Guð er að segja. Það er í fyrsta lagi, hann gefur okkur sinn heilaga anda. Í öðru lagi, hann gefur okkur sitt heilaga orð. Og í þriðja lagi, hann skráir á okkur, á enni okkar eða hug okkar, hver við erum, hver hann er. Ef að skoða þetta aðeins nánar, látum orð Guðs leið okkur, komið með mér í þetta Opinberunarbókina 3:12. Mér finnst að við erum að lesa Opinberunarbókina við bræðurnir á laugardögum. Og þegar við komum í Opinberunarbókina, 3. kapítul og 12. versið, þá erum við bara með afskaplega sterkt boðorð og sterkt orð til okkar. Þá segir það við okkur, það er til safnaðins í Fíladelfíu. Þannig sigrar, mun ég gjöra að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns. Verið þess vegna bara ánægð. Þegar ykkur er að kalla ykkur Guðsmenn og ykkur er alltaf að spauga ykkur og þið eru Jesú hoppar og þess aftar, verið bara ánægð. Það búið að rita nafn Guðs okkar á okkur og menn sjá það. Við erum þess vegna merkt innsigli heilags anda. Svo þetta er bara mjög jákvætt ef að menn sjá að þú ert öðru sem hinnir. Þú ert ekki alveg eins og þú varst í gamla daga. Þú hefur lagast. Þú ert stórskánað. Ef við taka annað atriði fyrir, komum í Opinberunarbókina 7:2. Það er líka hluti af því að vera í Kristi. Þjónar merktir innsigli Guðs, hefur kaflinn yfirskriftina, og ég sá annan engil stíga upp í austri, hann hélt á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu til englana 4 sem gefa vald til að granda jörðinu og hafinu og sagði, vinnið ekki jörðinu grand og ekki heldur hafinu niður trjánum, þar til vér höfum sett innsigli á enni þjóna Guðs vors. Og sjáu þið hvernig þetta rímar saman við Galatabréfið og Efesusbréfið. Það er sama hugsunin. Guð lætur innsigli sitt dvelja á okkur og búa í okkur. Og ég vil segja líka, það er alveg komin tími hjá okkur að átta okkur á að þetta innsigli, það ver okkur gegn alls konar villu og dellu. Hefur athugað það í kaflanum á undan í 7. kapítula Opinberunarbókarinnar. Ég ætla bara að fá að enda á þessum orðum.
þá talað innsiglin sem var rofið. Lambið, það rauf innsiglin og út komu hestar með ákveðnu litum. Og sjáu litina sem að hér sagt. Það segir í öðru versinu, og ég sá og sjá, hvítur hestur, sá sem á honum satt, hafði boga og honum var fengin kóróna og hann fór út sigrandi til þess að sigra. Og þetta greinilega einhver hugmyndafræði sem hleypt af stað. Þetta eitthvað sem í gangi hjá mönnunum, menn grípa við þessu. Það hvítur hestur sem mæti fyrst. Svo höldum við aðeins neðar, förum við 4. versið, og útgekk annar hestur rauður. Þeim sem á honum satt var gefið vald til að taka burt friðinn af jörðinni. Og við erum búin að upplifa það í okkar tíma. Friðurinn á jörðinni farinn. Það með rauða hestinum. Ef aðeins að koma næsta hesti, það í 5. versinu. Hann lauk upp 3. innsiglinu. Heyrði ég 3. verin að segja kom, og ég sá og sjá svartur hestur, og sá sem á honum satt hafði vog í hendi sér. Og mitt á meðal verana 4 heyrði ég eins konar röddi sagði, mælir hveitið fyrir daglaun, 3 mælar byggt fyrir daglaun. Það heyra verðbólguna? Það heyra glímu mannana? Og það var þessi svarti hestur sem að hleypti því af stað. Svo kemur síðasti hesturinn, 8. versið. Og ég sá og sjá bleikur hestur. Sá sem á honum satt, hann hét dauði og hel, var í för með honum. Hvaða hestur bleikur? Vitið, hérna nota grískan annað orð. Hérna nota grískan grænn hestur. Og á græna hestinum þá fylgir dauði og hel. Hvað þýðir það þegar þessi litir eru setti saman, rauður, hvítur, svartur, grænn? Í hvaða fánum, þjóðfánum, þetta helst að finna? Allar arabaþjóðirnar, múslimsku þjóðirnar, þær eru með þessa liti í fánum sínum. Og hvað eru arabaþjóðirnar, hvað eru standað frammi fyrir í dag? Hvað eru Íranir að gera? Af hverju eru að skjóta eldflugum á allar bræðra þjóðirnar? Ef að safna ykkur saman, ef að búa til eitthvað moment, ef að taka til eitthvað sem við sjáum að ritningarnar hafa verið að tala Hver komin tíminn? Komin það sem að Biblían búin að benda okkur á? Verið að segja okkur frá því að við stöndum núna frammi fyrir afskaplega merkilegum tímamótum vegna þess að þá að safna öllu saman á himni og á jörðu. Ófriðinin sem í uppsiglingu í dag, það aðeins einn sem getur stöðvað hann. Þið getið lesið hann í Sakaría 14. Það þegar Jesús Kristur kemur, þá mun hann stoppa ófriðin. Og það enginn sem stoppar ófriðin í hjörtum okkar nema Jesús Kristur. Það enginn sem stoppar ófriðin í heimilum okkar nema Jesús Kristur. Þess vegna segjum við alveg hiklaust, Jesús svarið. Hann svarið fyrir okkur og þess vegna gaf hann sitt blóð til þess að stoppa ófriðin hið innra með okkur. Að síðustu þetta, þá bara færi ykkur inn í þetta. Þegar við stöndum frammi fyrir þessu, þá skulum enda þetta með Åpenbarabókinni 22, vers 4, og þá Drottinn að tala til okkar, ákaflega sterkt orð. Og ég svona bara teki orðið eins og það sagt. Í Åpenbarabókinni 22, 4. vers. Þeir munu sjá ásjónu hans, og nafn hans mun vera á ennum þeirra, og nótt mun ekki framar til vera, og þeir þurfa ekki lampaljós né sólarljós því að Drottinn Guð skín á þá og þeir munu ríkja aldir alda. Þá hann búin að safna saman því sem á himnunum og því sem á jörðinni í eitt ríki. Við erum að fara þangað. Við stefnum þangað. Við erum að taka mark á því að orð Guðs, það leiðir okkur inn í þetta ríki, þar sem að nafn Drottins á ennum okkar, við fáum að vera í ríki hans, við fáum að vera þekkt af honum, við fáum að vera þekkt vegna þess að hann sér nafn okkar í lófa sínum og við fáum að vera Krist aldur og ævi. Amen. Þá nær djöfullinn engum tilgangi með okkur. Þetta tilbýr að ganga Guðs leið. Og nú ætlum ég að segja, nú ég bara alveg svo alla vopna fyrir því, bara taktu orð Guðs þér í munn. Vertu bara einn af þeim sem boðar
orð Guðs. Vertu bara einn af þeim sem leifur orði Guðs hljóma í hugaðinum og hjarta og út frá munni þínum. Ef við byrja saman. Jesús, þakka þér fyrir að gera þitt ílegan. Þakka þér fyrir að eiga þessa samveru stund til þess að rifja upp hvernig á réttum tíma þú komst, hvernig á réttum tíma þú munir aftur koma. Og þakka þér, elskaði Herra, að við munum eiga þessa sæluríku von í hjarta og trú, að þú munir samansafna öllu því sem er á himnum og jörðu undir eitt höfuð í þér, og hér vil ég ganga undir þitt vald. Og ég bið fyrir öllum áheyrendum mínum, Drottinn minn, að þeir megi segja það sama: Jesús, leyfðu mér að beygja mig undir höfðingjavald þitt í Jesú nafni. Amen. Náð Drottins Jesú Krist og kærleiki Guðs og samfélag heilags anda veri með ykkur öllum. Amen. Gjörðu svo vel, Kitty minn. Þökkum fyrir orð Guðs. Það er eitt kór hérna sem við skulum enda bara þessa stund á. We want you glory, Lord. Við þráum þennan tíma að hann taki yfir. I want your glory, Lord, more than anything else. I want your glory, Lord, more than life itself. I want to feel your touch down in my soul. Holy Spirit, take control. I hunger for, I want you glory, Lord. I want you glory, Lord, more than anything else. I want you glory, Lord, more than life itself. I want to feel your touch down in my soul. Holy Spirit, take control. I hunger for, I want you glory, Lord. I hunger for, I want you glory, Lord. Hallelujah. Amen. Segjum bara takk, Jesús, að orðið, það mun ekki líða undir lok. Það er svo merkilegt að himinn og jörð munu líða undir lok, en orð hans mun aldrei undir lok líða. Og fyrir orð hans munum við sjá nýjan himinn og nýja jörð. Amen. Drottinn bless ykkur. Minna á bænastundina á þriðjudaginn klukkan 5, og það er kaffi og samfélag hérna uppi. Gjörið svo vel.